góðan daginn, komið þið sæl og blessuð. Hvað ég að kalla þetta núna? Kannski svona starfssögu og kannski smá trúarskotnasögu. Eins og mörg af ykkur vitið þá starfaði ég í síldavinnslunni í Neskaupstað í nokkur ár og átti ágæta vist þar og þegar ég kom þangað 1991 að þá kom ég þarna vegna þess að ég fann í hjarta mínu að ég átti að fara þangað og ég sem sagt byrjaði að vinna það verk til þess að athuga með stöðumála. Einhvers staðar var ég að koma með fyrir og svona og auglýsi og fæ hús. Þetta var raðhús, heitir ekki raðhús og hvað, já, sem sagt annar endinn á húsinu var ein íbúð á 2 hæðum ósköp lítið og passaði bara fyrir 1-2 manneskjur. Ég var nú einn þarna og sem sagt ég flytt þangað, kem ég fyrir þar og fyrir svo athuga með í kringum mig hvað ég með starf og annað, vissi auðvitað af síldavinnslunni að hún væri þarna og var aldrei að vita að hún myndi taka mig inn ef ég sækti og ég gerði það. Geng þarna, það var svolítið labb þarna inn að síldavinnslum þar sem að saltfiskverkunin var og síldarvinnslan svona mikið fór fram þegar var að vera að salta, það var mikið þar. Ég veit ekki, ég held að sé nú reyndar í dag hætt að nota þessar skemmur, hvort þær eru þarna ennþá, ég veit það bara ekki. En frystihúsið sem að var þegar ég þarna, það ekki lengur í notkun og búið að byggja ný frystihús þarna, þar sem að hafnaraðstaðan aðalega. Og það gríðarlega glæsilegt og ábyggilega nýtiskulegt hús og vélvætt og allt saman það en það starfað ennþá og menn ennþá að vinna þennan fiskafla sem að já, nú bundin kvóta í dag og menn hafi ekki alveg frjálsar hendur með að gera eins og þeir vildu gera og eins og var hérna áður þegar við vorum ungir og sætari. En það var sem sagt þar ég trúaður maður og ég finn allan tíman að finna að Drottinn að senda mig þangað til að, já, kannski undirbúa mig undir það sem að síðar varð. Ég hugsa það nú reyndar svona eftir á að hyggja. Þannig þetta nú hjá Drottni, hann undirbýr okkur til hægri og vinstri og í Neskaupstað bjó ég yfir mikilli bænaþörf sem að ég hef ekki fundið til jafn sterkri eins og var þar. Og ég var að biðja fyrir fólki, öllum og engum og bara sá sem kom upp í huga minn, ég fór bara og bað fyrir manneskjunni, hvort sem það voru erlendir menn eða innlendir menn, hvað sem var, því að náttúrulega var aðtúa það að fólk sem að trúir á Jesú, að allur heimurinn undir, þú var aðtúa það að Drottinn, eins og segir í orði Guðs, hann horfir á heiminn í guppn, bara þegar hann horfir í sinn lofa, þá sér hann allan heiminn þar. Og miklu meira en það, sér hvern og einn einstakling, bara, já, ef hann lítur yfir þennan ágæta heim. Og þetta stór hugsun og þetta algjörlega óskiljanlegt fyrir okkur, svona í okkar veika mætti að sjá þetta með þessum hætti. Þetta alveg augljóst að þú þarf trú til þess að ganga veginn með Jesú. Trú og Jesú hanga á sömu spýtu. Og þú sem sagt, ég var á þessum stað og ég að biðja fyrir fólki, já, mest fólki og ég bara hverjum sem var, eins og ég var að segja, frægu fólki og ófrægu fólki, já, því að þó eitthvað sé frægur og þekktur allan heima þá var þetta bara manneskja. Manneskja sem að glímu bara eins og ég og þú til jafns við okkur og jafnvel
meira, eða kannski ekkert meira en held ég ekkert minni. Það fylgir því bara ákveðin byrði að vera manneskja. Og þetta var svolítið hlutskipti mitt þarna fyrir austan og ég var bara knúinn til bæna, það bara þannig og á þess ég væri neitt að botna í þessu akkurat að væri svona og ég bara skellti mér á hnén eftir að ég kom heim oft á tíðum og var í 1-2 tíma bara á hnjánum. Manni var ekkert leyft að rísa upp fyrir bara eftir ákveðin tíma og ég fór svona veltaði fyrir mér eftir á hyggja, ég velti nú ekki fyrir mér þá að þetta á þeim tíma var bara köllun mín. Ég bakka ekkert með það að þetta var á þeim tíma bara köllun mín. En ég hafði aðrar hugmyndir kallanir manna. Ég hafði ekki þá hugsun köllun að hún geti falist í bæn, já, sem við erum hvött til að biðja og erum syngt og heilagt að gera. En svona eftir á hyggja og hvernig ég tók á þessu, að þá sé ég ekkert annað í dag, en þetta hafi á þeim tíma verið bara köllun mín. Ég hef köllun í dag, en hún er auðvitað bæn, við höfum öll köllun til að biðja. Hún er meira í þessu formi, kenna og tala út orð Guðs og fullt af öðru sem að ég geri og ég þakka Guði fyrir það að hann leyfir mér nú að gera alls konar. Og ég þarna á Norðfirði er ég mikið í þessu. Og þetta, þú hættir, ég meina þetta kliftist ekkert af þér bara klukkan 8 á morgnana. Heldur gekkstu með þessa köllun með þér og ég stóð mig oft að því að ég varð bara að gjöra svo vel að koma mér á einhvern afvikinn stað til að biðja. Og í vinnunni, þá var nú ekki marga slíka staði að velja en það er heimilt að fara á klósettið eins og sagt er og þetta var svo leið sem ég var að nota. Þó maður færi 2-3 mínútur þangað þá og náttúrulega var ekki takt að amast við því að þetta bara gera menn eða þeir þurfa. Og ég var að nota þessa leið alveg á fullu með þar. Þegar ég kom inn á klósettið þá bara kraup ég við klósettið og bað í stuttan eða langan tíma. Aldrei langan tíma reyndar en þetta var bara eitthvað sem bara maður var knúinn til. Þannig að þessi bænaþörf og bænaneyð hún var svo rosalega sterk í þessu manni. Og ég örugglega ekkert einn það en ég veit ekkert kallanir annarra manna en ég veit mína köllun, hún var svona á þessum tíma. En svo, ég fekk oft bænasver, alveg ótrúlegustu bænasver maður sem ég veit náttúrulega trúir engu að þessi að segja. En við munum eftir því þegar að slysið var það ekki fyrir austan þegar dráttarbáturinn sökk og fórst ekki einn maður með honum og ég var þá í Neskustad og var vitni að þessu óskaplega veðri minn kæri. Alveg hefur maður nú ekki held ég bara áður upplifað. Og þá berast þessi tíðindi að þetta skip hafi strandað þarna í Hellishey, ég man ekki hvað hún heitir víkin í Rustan og menn eru þarna í fárviðrinu að reyna að gera eitthvað en það er ekki hægt að gera, mjög lítið hægt að gera og þá kemur boð frá Keflavíkur, þeir voru þá ennþá Kanarnir og þeir senda vél frá sér í þetta óveður og ég held að þeim hafa nú ekki litist nema meðalagi á blikuna og eru þetta menn sem eru nú ýmsu vanir og fara út í hvað sem þess vegna. En þeir koma og ná að bjarga, kannski fóru þeir með þá til Neskaupstaðar á sjúkrahúsið, jú var það nú ekki þannig og ég er heima biðjandi fyrir þessu slysi að
drottinn myndi vera þarna með þeim og senda þeim eitthvað til þess að hjálpa. Ég vissi ekkert þessa þyrlu eða neitt hvað hafði gerst. Það var úr litla fréttir að þessu, þetta að gerast á þessu andartaki. Og svo sem sagt vissi ég það, að komi fréttum að þyrlurnar væru þarna á staðnum, eitthvað aðeins er að þar. En svo fara að koma fréttir meiri af þessu daginn eftir. En það fyrsta sem að ég sem sagt sé þegar ég kem út daginn eftir og fá mig kaffi og svona, og þá sé ég bara heila þyrlu hef ég setið lofs eiginlega fyrir fram að gluggan hjá mér. Og ekki bara eina þyrlu, heldur 2 þyrlur. Það var stutt frá því þar sem ég bjó niður á bryggju, þar sem að það var hérna vöruskemma sem að skipin komu upp að og hérna varan var færði yfir í þetta hús, og þar voru þessar þyrlur yfir nóttina. Og þegar maður horfði á það, þetta er mikil tæki, þá fannst manni þetta vera bara réttu gluggan hjá sér. Og þó það væri nú reyndar ekki alveg þannig. Og sagan á bak við það er að flugmennirnir eiginlega vissu ekkert hvar þeir voru. Og þeir eru bara að reyna að finna einhver gat á skýinu til þess að komast í gegn og lenda einhvers staðar, og þeir á einu stað þá rofna skýin og þeir sjá ljós undir og þær stinga sér gegnum þetta gat og lenda, og þá kemur það í ljós að þetta er Neskupstaður. Og það eru náttúrulega sjúkrabílar sem flytja þá sem voru þarna í volkinu á sjúkrahús. Ég held örugglega þetta hafa nú verið þannig. Þyrlurnar fara svo bara söður og lenda á Keflavíkurvelli þegar hvað tók það langan tíma að fljúga, ég veit það ekki. Og ég náttúrulega hoppaði hæð mína af gleði yfir því ég vissi náttúrulega að þetta var bænasvar og ekkert annað. Og það var konu bara beint fyrir framan augun á mér, þannig það var ekkert það að villast hver var þarna verki. Ef þetta, kæru vinir, eykur ekki trúmanns, hvað þá? Ég er ekki að segja þetta til þess að segja þér hvað ég sé mikill og merkilegu maður. Ég bara segja þér það að ég er trúaður maður og ég trúi á Guð, ég trúi á Jesú Krist og ég trúi á að hann sé lifandi í dag. Hann sé með menn og konur hérna á þessari jörð, einmitt til þess að biðja sig hjálp þegar á þarf að halda. Og líka annað sem að maður hefur tekið eftir, ef að þú ert vakandi fyrir því sem að Guð er að gera, þá ertu í raun að vera opinn fyrir öllu frá honum. Og hann veit allt, sér allt, og hann er að hnippa í sitt fólk, sína menn og konur, sem að kannski ekki allir, en sumir fara að biðja. Það er einmitt það sem maður vill, að við biðjum. En til þess að fá svona fréttir, að þá er alveg ljóst að þú þarft þá að vera vakandi fyrir því sem hann er að gera. Ertu það? Já, ég veit ekkert það, en þetta er það sem Drottinn vill að við séum. Þannig að þú ert ekki trúaður að því bara. Þú trúað manneski vegna þess að Drottinn ætlar að nota þetta eitthvað. Og hann var að nota mig þarna mjög mikið í bæninni, og ég var að vitna það og þetta er satt. Það vissi enginn af því, ég var bara frá klóstið. Ég notaði vinnuna líka til þess að biðja. Ég trúi ekki að síldarvinnslan var nú að rukka mig endurgreiðslu. En svona var þetta þarna. Svona er maður knúinn til verka án þess að maður í raun sé neitt að biðja þetta alltaf. Og svo náttúrulega kem ég suður og þá eiginlega fylgdi ekki þessi bænaneið með. Og ég fer að velta því fyrir mér seinna. Og eins og við vorum að tala áðan, ég sé ekkert annað. En á þessum tíma
hafi þetta verið köllun mín. Á þessum tíma líka maður náttúrulega ýmislegt að gera í kringum þessi trúmál. Var ég að skrifa og ég var að búa til þætti sem að ég sendi á Lindina. Ég held að ég veit ekki hvort að þeir notuðu eitthvað af þess en ég gerði þetta og talaði það inn á teip og reyndi að gera þetta eins vel og ég gat og ég fekk ágætis þjálfun þar í að tala. Kannski var þetta ekki notað allt nema lítið, en ég fekk allavega þjálfun í að tala. Þannig að Drottinn veit alveg hvernig hann á að komast að með það sem hann að gera. Þannig að þetta svo kem ég suður og þá einhvern veginn minnkar allavega þessi bænarneið eins og ég hafði á þessum tíma og hún hefur ekki komið tilbaka. Ekki þar fyrir að maður saknar svona stundum og þetta var náttúrulega magnaður tími. En Drottinn með köllun og köllun manns, hvort sem hún þessi eða önnur, hún bara magnaður tími. Hver köllun þín í dag? Já, þú veist það líklega en að rækta þína köllun. Finnurðu fyrir henni að þú verðir að sinninni? Ég gerði það þegar ég var þarna fyrir austan. Ég fekk engan frið oft á tíðum því ég var að koma á vinninni og þá bara beint á hnén og svo stóð maður upp 2 tíma. Ég veit, þú trúir þess ekki, en þú varst ekki til staðar. Þú varst ekki að horfa á þetta. Ég að segja þér þetta, að þannig var þetta. Og þá bjó ég á Þórólfsgötu 3, held ég að það verið. Á mjög góðum stað, fannst fínt að vera þar. Og þar átti ég kött, ég held hún hafi heitað Dimma, minni það. Og hún var óaðskiljanlega frá mér og hún hafði nú þann siðinn á og þetta var alltaf út á nóttunum, þú veitir hvernig það er. Og ég skildi eftir mjóa rifu á klósettglugganum, hún fór þar út og inn eftir þörfum og svo þegar ég var að fá mig kaffi á mótnana að fara í vinnuna þá heyrði ég þegar hún var að tróða sér í gegnum þetta mjóa gluggabil og svo kom hún með skottið upp í loftið upp tröppurnar, það var upp tröppur að fara og svo stökk hún í fangið á mér og heilsaði mér með virktum, svo fór hún að leggja sig og svo horfði hún á eftir mér þegar ég fór í rútuna. En það var nú kannski með hana greið að því ég var alltaf einn þarna, mjög mikið einn þarna, að henni var ekkert vel við það þegar kom heimsókn til mig, ég man eftir því. Og þegar ég þurfti að fara af bæ, þá þurfti ég að fá einhvern vinnufélagann til þess að sinna skepnunni. Og það var einn sem var tilbúin til þess, góði strákar þarna. Og hann sagði mér að ég sá nú aldrei þennan kött. Hún nefnilega var ekkert að taka hverjum sem var. En ég sá hún hefði komið, ég sá það minkaði í dallinum. Þannig að vissi alveg að hún var þarna, en hún var ekkert að heilsa neitt upp á hann. Hún var svona gikkur að þessu leyti til og það var náttúrulega bara vegna þess að það var ekki það mikill umgangur hjá mér. Þannig hún þekkti í raun og veru engan nema mig. Svo komu gestir sem gestu þarna hjá mig líka, ég man eftir því. Það var sama að saga þar maður og hún bara hvarf, ef ég var ekki í húsinu þá bara fór hún. Þannig þeir eru nú eiginlega ekkert að vera við hana. Þetta var kötturinn minn, hún Dimma. Hún kom nú með kettlinga til þessar að þrisvar því miður maður. Ég tókst nú að gefa fyrra gotið, en seinna gotið ég tók hann bara af henni, ég gat ekki verið með þetta. Og Norðfirði, ég hef nú svo sagt frá því líka, þá fór ég í messu sem var hálfsmánaðarlega og já, ég man ekki hvað hann hét presturinn sem var það var ungur strákur, flott strákur og þar sem sagt hitti ég minn heiðraða Jesús. Ég hef sagt frá því áður, hann sagði við mig, Konráð, ég er líka í þessari kirkju, þannig að þú þarft ekki að fara neitt annað til að finna mig. Ég hef aldrei verið með einhverja pólitík í gangi varðandi söfnuði eða fólk
Ég bara er tilbúin til þess að starfa með kristnum mönnum. Og ég er líka svo sem vitnaði það að ég var að starfa með kristnum mönnum, við vorum úr sitt hvoru áttinni. Að vísu erum við ekki að starfa saman lengur því miður, en við gerðum þetta og það voru einhver árekstrar hjá okkur. Ég man ekki eftir neinum, við vorum bara alveg samtaka í þessu. Þannig að þetta snýst ekkit kirkju, nafn og kirkju. Það snýst nú bara hjartað sem að trúir á Jesú. Og þeir eru allstaða. Líka í þjóðkirkjunni. Þannig að við tölum með virðingu hana og það hef ég nú tamið mér að gera og ég mun gera það áfram. En ég er ekkert að banna þér að tala eins og þú vilt. Þú gerir það bara eins og þú vilt. En ég ætla að gera þetta svona. Þetta ekki verið ágætt bara. Það er bara svona eitthvað sem er datt allt í einu í hug og ég hef ekki hafa þetta bara þarna með þessari deild sem við erum búin að búa okkur til sem heitir starfsævi mín. Þetta er nú þetta bara starf að vera trúuð manneskja og sinna köllun sinni, það er ekkert annað en starf. Það er bara full vinna, í sjálfu sér er það og það geti ég alveg staðfest að það er full vinna, oft miklu meiri vinna heldur við gerum okkur grein fyrir. En segðu þetta gott og við höldum þessu verki áfram. Núna förum við kannski að fara svona sitt hvað í dagskrána í lífið kannski. Þá segir maður í Jesú nafni að þetta er svona trúarskotið.